Kyocera ansi öflugt og stórt fyrirtæki í Japan og kannski þekktast fyrir að búa til ljósaritunar-vélar. Þau eru komin í heimsókn Jón og Anna ætla að fjalla Kyocera með mér og segja mér svolítið frá þessu. Velkomin. Takk. Segja mér svolítið frá því, Jón, þessar ljósaritunar-vélar. Nú Kyocera kannski þekkt svolítið fyrir það að vera með svona vissar hagræðingar fyrir fyrirtæki. Segja mér svolítið frá því. Já, sko, ég ætla aðeins að byrja á nafninu Kyocera sem stendur fyrir Kyoto, Japan og Ceramic eða Keramik, eins og við myndum nú kalla þetta hér. Sérstæða þeirra að nota keramik í sínu framleiðslu og þá aðalega í myndvalsinu sjálfan sem að sumir segja sig hjarta vélarinnar og þeir hafa búið yfir þessari tækni og hafa einkaleyfi á þessari tækni að nota keramik í þessa myndvalsa framleiðslu sína sem tryggir gríðarlega langan endingatíma íhluta í þessum tækjum og það leiðir síðan til þess að rekstrakostnaðurinn á þessi tæki frekar lágur. Já, það nú kannski ástæðan fyrir að við erum með þessa ávistalla hérna. Það við ætlum að sýna þessa Kyocera hnífa hérna eftir sem þá svona keramiknífa. Já, sem eru búin til úr keramikinu líka og við segjum stundum. Það eflaust einhver orðin forvitin hvað að gera með þessa ávisti hérna. Sem á kannski líka nefna að þar sem að keramik næst harðasta efni og eftir demant, þess vegna það svona endinga gott. Já, og tilvali einmitt í hnífana. Já, og við segjum stundum að ef þú skera niður kostnaði rekstri í ljósritunarvélum og brendurum, þá velur Kyocera því þetta beittasta verkfæri í það. Já. En nánar að því síðar. Já. En já, þeir eru gríðarlega þekktir fyrir ljósritunarvélar og prentaraframleiðsluna sína og sem dæmið það gríðarlega sterkt merki í Þýskalandi og þjóðurinn kaupir það sem ódýrt, það sem gott og þá kannski hagkvæmt í rekstri og umhverfisvænt. Því að ekki síðast það umhverfisvænleikinn sem að skapar sérstöðuna þeirra líka því að allt þetta sorp eða það sem að þarf að skila af sér eftir út búin að ljósrita eða prenta að það í miklu minna mæli úr Kyocera tækjunum heldur hún flest öllum frá samkeppnisaðilum. En tækin búin að vera á markaði hér frá 1972 og komið til landsins í gegnum fyrirtæki sem hét Egil Guttormsson Fjölval og ég er búin að vera í þessu frá 1985 og þannig að reynslan töluvert mikil, vörumerki kannski ekki þekkt hérna á Íslandi og kannski ekki frekar þekkt allan heim því að þetta líka töluvert svona fyrirtæki á baku tjöldin, þeir framleiða gríðarlega mikið af íhlutum eða svona komponentum í önnur tæki þar sem þeir eru ekki sýnilegir í þeirri framleiðslu. Og Við skoðaði einmitt vefinn hjá Kyocera, þeir eru einmitt framleiða mikið af með svona sólarhleðslu. Já, þeir eru mjög sterkir í sólarrafhlöfum því að keramik leiðir líka gríðarlega vel, þannig að panelin á sólarrafhlöfum úr keramiki sem tekur þá hitann og sólarorkuna vel í sig og framleiðir þá gott rafmagn og eru mjög þekktir fyrir það. Já, hvaðan fá þeir keramikið? Þeir fá það frá Ástralíu, það er til dæmis, já, það er náma í Ástralíu þar sem þeir flytja þetta bara í sem salli, þetta bara svona duftsalli sem að þeir sé meðhöndla á sinn hátt og búa þá til þær vörur sem eru framleiddur úr keramiki í þeirra verksmiðjum og hafa einkaleyfi á þessu námum og eiga þessar námur. Síðan til dæmis, höfuðstöðvarnar eru allar þekktar sólarrafhlöfum, það er talað skrifstofuhlutan, verksmiðjurnar ekki drifnar af sólarrafhlöfum, en allar höfuðstöðvarnar eru drifnar af sólarrafhlöfum. Þeir, forstjórinn heitir Dr. Ino Mori og hann einn af upphafsmönnum fyrir Kyoto sáttmálanum og gríðarlega öflugur umhverfisverndarsinni og hugsar ekki bara það að hlutirnir sem hann að framleiða séu umhverfisvænir akkurat á meðan að nota þá, heldur einnig að framleiðslan umhverfisvæn, notkunin umhverfisvæn og síðan þegar vörunni skilað til endurvinnsluaðila að þá sé mjög auðvelt að endurvinna hana og hún sé umhverfisvæn eiginlega frá dufti til dufts. Já, en segðu nú skulum fara aðeins yfir í hníf hérna. Já. Hver munurinn á keramikníf og svo venjulegum stálhníf? Já, það náttúrulega fyrst og fremst að hann úr keramik og hann þetta allt handgert hjá þeim hann í Japan. Já. Og handbrýndur. En hvernig þessi bitkurvan í þessu, hún öðruvísi heldur en í stálhníf? Já, þeir segja að keramiknífarnir eru brýndir, þannig þeir koma
svona í svona kúftir, eins og bátskrokkur eiginlega, já. En stálhnífarnir eru meira svona og svo aftur niður og sumir segja að þú takir til dæmis eftir ef þú tekur stálhníf og smellir honum onni í epli að þá getur lyftið upp, en þessi á að ýta að því hann er svona í laginu að þá ýtir hann líka frá sér því sem þú ert að skera. Og svo þarf að leggja mikið oft á þessa hnífa, skemmast þeir við einhver álag eða? Nei, jú, þau geta það. Af því að það er svo stökkt efnið í þessu, þannig að það er til dæmis ekki æskilegt að þú sért að úrbeina með keramikníf, af því að þá kannski ferðu á milli beina og þá getur hann brotnað. Ef þú missir hann inn í gólfið þá getur hann brotnað ef hann lendir illa. Eins og bara annað keramik. Hvaða hnífur gerir það ekki? Já, og annað keramik, en þetta er svona taldi vera beittustu hnífar í heimi og öllum testum sem hafa verið gerðar á svona keramiknífum, það er þá svona sveigja-test, þá eru settir svona á búkka og svo er sem sagt ýtt neðan, hann nær að sveigjast alveg þokkalega vel, en sumir eru það stökkir að þeir bara brotna á minnstu sveigju. Aðrir ekki frá Kyocera, þeir mega ekki fá neina sveigju sem þú brotnaðir. En eins og annar að koma inn á, þá er þetta er fyrst og fremst ætlað í svona, til dæmis svona grænmeti, það er bara ótrúlega hvað þú skerð tómat auðvitað, þetta er eitthvað það versta sem þú skerði í eldhúsinu, getur farið mjög þunnar sneiðar. Og síðan ef þú ert með flotta nautasteika þá. Ég var að prófa þetta. Já, ef þú ert með flotta nautasteika þá er náttúrulega agalegt að safinn fara allir úr þegar þú ert búinn að steikja hana því þú ert að fara að skera hana með bitlausum hníf úr eldhússkúfunni. Er ég að gera þetta rétt? Já. Já, þú ert nokkuð lungin í þessu. Sko. Ég hef ekki skorið svona þunna tómatsneið, það er þess að dettur allt úr honum. Já, þetta er. Hvað með eins og þetta hérna? Já, þetta til dæmis mjög hart, farið í gegnum þetta. Bara á ég Já, ég er bara hrættur að fara í gegnum dúkinn þetta. Svo er þetta náttúrulega líka æðislegt í sushi gerð. Já. Það er að skera svona svakalega þunnt. Já. Og þú getur rétt ímyndaðir með sushi. Já, þú getur rétt ímyndaðir með sushi þar sem að sko þangi að það sem vafið er utanum að það er oft erfitt að fara í gegnum það og þú vilt alltaf rúlla honum svona hreinum og fínum og þannig að þetta líti vel út og sushi, það eru til sérstakki sushi hnífa náttúrulega frá japansku fyrirtæki sem heitir Kyocera, þeir framlega sérstakka sushi hnífa en úrvalega hnífum. Þeir svolítið sko brýndir alveg upp á. Þeir eru ekkert farin að framlega svona skurðarvélar bara hreinlega því þeir eru svona í hátækni að búa til flugbeitta skurðarvélar sem skera tómata í 0,5 metra. Ekki sjálflega reyndar en sko Japanir eru alltaf tilbúinir í góða hugmyndir Óli minn, þannig að ég skal bara hafa sambandið og láta á vita. Bara ekki að skera. Já, ég passa að fá patentið fyrir þetta. Mín hugmynd. Já, en sko eins og maður segir, þetta er rosalega auðvelt að skera, maður þarf alltaf að taka á þessu, þú fer bara svona létt í gegnum allt sem þú ert að skera með þessu og það er eins og maður sker ekki fingurinn. Já, síðan er annað, munurinn á stáli og keramiki er meðal annars fólgin í efnisvalinu, það er annað efni í stáli heldur en í keramiki, en ef þú notar keramiknífa í grænmeti eða ávexti, þá oxast hluturinn minna eða ekki neitt. Þú skerði í epli og það verður ekki brúnt eftir nokkra mínútur þegar þú er búinn að skera það. Krakkarnir er mjög ánægðir með það að geta farið með niðurskorin epli nesti í skólan og það er ekki orðið brúnt og Er einhver fyrirtæki þá í svona einhver eldhús sem er að nota þessa hnífa? Já, það eru nokkrir aðalar sem eru að byrja að nota þetta og meðal annars hafa þeir upp í ProGastro verið að kynna þetta til svona matreiðslumestara og með alveg ágætis árangri en við erum alltaf tilbúin til að selja meira og við vísum bæði á þá eða þá bara til okkar á skrifstofunni hjá okkur, í söludeildinni hjá okkur þar sem við erum að selja þessa hnífa og og það eru aðilar sem eru mikið í grænmeti sem hafa talað það að þetta séu alveg sko rosalega flotti hnífar í svona grænmetiskurð og ávexti og fleira og náttúrulega fisk og kjöt en þetta er eins og annars að þetta er ekki til þess að úrbeina, þú mátt ekki vera að beita hnífnum eitt allt of mikið, þetta er mjög gott í að flagga fiska. Já, nú ætla ég nefnilega einmitt að fá þig til þess að segja frá því hvar þessi hnífar fást vegna þess að oft þegar ég er að fjalla svona hluti þá fæ ég oft símtöl og tölvupósta en svona til þess að fyrirbyggja það þá er ágætt að fá bara að vita hvar
þetta pantað á einhverju vefsíðu, þetta verslanir eða? Já, við erum sem sagt með vefsíðu sem plt.is og síðan erum við í Sóltúni 20 og eins líka upp í ProGastro, upp í Hvörfunum í Kópavogi. Hvarfi, það er náttúrulega æðislegt að fara þangað, þeir eru náttúrulega með frábæra þekkingu og hnífum og geta leiðbent öllum þar. Já. Ég sá skrifstofunni að þú ert með gamla ljósritunarvél, eina svo elsta á landinu vantarlega. Já, það er gaman að segja frá því, hún er Jakobíl konunni minni, þannig að ég hugsa mjög vel um bæði, því að þetta er náttúrulega hún ljósritunarvélin, en já, við erum sem sagt með ljósritunarvél sem er flutt inn árið 1972 og kemur þá til landsins í gegnum Ameríku og heitir að vísu Mita Cobistar, sem er svona nafn sem var á þessu fyrirtæki áður og það er ljósritunarvél sem nota tóner eða duft en notar síðan pappír á rúllu og hún gengur enn og ég get ljósritað á hana og þó að sé kannski ekki alveg skýrustu afrit sem hún sérð í dag en samt segir það svona svolítið til framleiðandana að hlutirnir eru brúklegir töluvert lengi og endingatími þessara tækja er mjög langur. Já. Þeir ábyrgjast varahluti í x mörg ár eftir að framleiðslu hefur verið lokið. Þannig að já, þarna er til ein gömul ljósritunarvél og virkar enn. Já. Herru, við komumst ekki lengra með þessu umfjöldun, mjög áhugavert. Ég þakka kærlega fyrir komuna og takk fyrir þessa veitingar. Já, gjörðu svo vel, njóttu. Takk. Þá er komið að lokum þáttarins. Nú hægt að nálgast þáttinn á inntv.is. Nú ég hvet fyrirtæki sem vilja koma einhverju efni á framfæri að vera í sambandi við mig. Senda tölvupóst á olafur@netkennsla.is. Takk fyrir mig í kvöld, verið sæl.